Þú ert að hlusta á hlaðvarp.com. Þú ert að hlusta á hlaðvarp.com. Haldið þessi ekki bara komið kaffi. Ég nefnum ekki vera að standa í því að tengja einhverja græðuna. Það er bara vesen fyrir svona stutt. En það er ágætis hasar í Hafnarfirði þessa dagana. Eftir bæjarstjórnarkosningarnar þá sakaði verðandi meirihluti Framsóknarflokkinn að hafa sýnt af sér trúnaðarbrest og allt upp í loft. Og nú er einhver haugur af fólki búið að safna undirskriftum og er að krefjast þess að fá gamla bæjarstjóra tilbaka, eða núverandi bæjarstjóra. Og það segir ykkur svolítið, mér er bara drullu sama. Mér gæti ekki verið meira sama. Einfaldlega vegna þess að eftir ég hætti að skipta mér á pólitík bara með því að taka þátt, það var alveg sama hver það er sem er kosið, því að það er alltaf sömu hlutirnir sem þarf að gera, sömu hlutirnir sem er lofað, og það eru yfirleitt engar almennilegar efndir, því að þetta þarf alltaf að fara í gegnum nálarauga og sáttmála og þetta. Og ég bara nenni þess ekki. Hins vegar þá er kannski liggur mér nær ESB umræðan og það sem liggur kannski mér helst á hjarta hvað þá varðar er að mér finnst svo leiðinlegt hvað farið með mikið af rangfærslum og veseni Evrópusambandið, því að það er bara einhvern veginn eins og nei-liðið, að það get ekki sætt sig við það að skoða allavega hvað er í boði. Það er einhver hræðsla í gangi sem ég skil ekki. Þetta er eins og maður labbar sér bara inn í búð, ég meina hvað er til af nautahakki? Það er frá þessum framleiða og þessum framleiða og þessum framleiða, það er ekkert fýsilegt í hakkinu, þannig að ég kannski fá mig bara kjúkling. Þetta er ekkert flóknara en svo. Það þarf bara að semja við sjálfan sig að segja já í ágúst. Þeifa stjórnvöldum að ganga til samninga. Og ef samningurinn sökkar, þá segjum við þetta nei í þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég finnst það eiginlega bara óþarf að vera með þessa atkvæðagreiðslu, vegna þess að mér finnst að ég bara senda strax fólk það út til þess að semja. En til að gæta sannmælis og kosningaloforð og leyfa öllum að taka þátt í ákvörðunum, þá skulum við halda þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er alltaf leið, ég er alveg sátt við það. En ég bara vona að fólk segi já, því að þetta er held ég bara hræðsla við hið óþekkta. Nema þetta sé hræðsla auðjöfra við að höfullin hafi það gott. Ég veit það ekki. Heyrðu, kaffibollin er að klárast. Þetta stutt í dag. Þetta er bara nöldur og skraf, gamals skarf. En ég lofa að koma aftur sem fyrst og tala þá eitthvað annað en pólitík. Þetta var pólitíska input allavega mánaðarins, ef ekki ársins. Heyrðu, við bara hittumst í kaffi fljótlega aftur. Þú ert að hlusta á hlaðvarp.com. Þú ert að hlusta á hlaðvarp.com.